Góður hlustendur, þessi þáttur ekki við hæfi þeirra sem eru viðkvæmir. Góða stundir. Og spilum stefið. Jæja, Jæja, við tókum smá frí. já, við tókum, komið sæl og Þegiðu, Mattías. komið sæl og velkomin í Karlakofan þátt 14. Það komið nýjir litur á eitt hérna. Já, Nei! við eigum að spila þarna nýja hljóði í þessum þætti. Ég skilði hvað það eða ekki, mér alveg sama. Já. Þú setur bókassa. Já. En þetta á myndinni Tveir heimskir hippar sem Tveir við heimskir hippar. gerðum sumarið 2019. Yes. Já, Yes. hún á YouTube síðunni ASO TV. Farðu á YouTube og skrifa Tveir heimskir hippar. Gaman mynd með Úlfi, Snorra og Mattías í aðhlutverki. Ég tók hann upp og Maggi gerði hljóðið. Alveg Frábær hræðilega mynd. líka. Já. Og svo verðum við að þakka hinum krökkunum sem voru í fokkin myndinni þarna. Lúkas, Kári. Sigurþór, Já, það Kári, það var þarna Kári, það var þarna. Fagur Dagur, Og síðan var Og líka það var einn annar í Minecraft. Já, það síðan var Daði Friðrik. Já, og síðan var Bjössi. Og síðan var þarna Óven. Munið þið eftir Óven? Já. Óven. Óven, já, hann. Hann var með mér á vatnaskógi. Það? Já. Og hann puttaði þig. Nei, Eins og- það var ekki... Klippum þetta út. Já. Heyrðu, en já. Nei! En já, Það er svo fyndið að við ætlum ekki að Heyrðu, klippa en það. þarna. Ok, byrja. Já, ég. Nei, höldum við. Heyrðu, já, en Nei, þarna. ég er ekki það með podcastið, bara byrja búin að setja mig inn. Já, heyrðu, já, en þarna, já. Þetta Karlakofan þáttur nummer 14. Eins og fram með komið. Aha. Tókum smá frí, við 14. vorum að gera seríu. Já, þið hljótið að vita hvað það var. Þetta var allstar. Þetta var landskjör, sería. Jep, fyrir fréttastofu áhugamann Já, pólitík. við hittum nefnilega alla sko formenn flokkana. Öruglega mest af ykkur vitið ekki að við höfum verið með þetta frétta sem enginn veit um já, þetta og við gerðum Þetta er tveir áskrundur. við gerðum, það er alveg 150 og svona. Eru 150? Já. Oh my god. Já, Oh my god. Erum við kannski að fara að ná upp í 200? gæti verið. Þetta er low-key much people. já. En Já, og við erum bara komið svona 100 Já, í þessu og tíma. ég mæli með þessu. Meira svo ef að við erum nefnilega þessum þáttum að grilla stjórnmálamenn landsins. Nei, við erum hlutleysi blaðamenn. Svona samt í alvörinu. Við þurfum að koma, sko, í alvörinu samt. Við vorum alveg að tala við Bjarna Ben af hverju vill ekki fá nýja stjórnarskrá. Við vorum að tala við ýmsa stjórnmálamenn og Úlfur kom með mjög góða sketsa. Síðan gerum við kjördag fyrir 2 dögum, hann var líka mjög góður. Og já, við erum að taka upp mánudaginn 27. september, en þið eru að hlusta 3. Tjókli mér eins og október. þessu ógísla heyrist voða lítið í og- ykkur. Og það heyrist Brjáluð staðreind. Brjáluð, sturluð, æðisleg. Bingo. Ég verð að deila einnig brjálæri staðreind. Þegar þessi þáttur kemur í loftið, þá er búið að sína nýjasta skjáþáttin. Já, Það er rosalegt. 2 hlutir komni sko. Því núna erum við að gera, núna minnum við gera 2 hluti í einum. Hverjum sunnudegi, þá erum við kampin að taka upp Karlakofan. Karlakofan. Síðan Og svo bara erum við 2 dögum undan, á föstudeginum. föstudeginum. Eða taka upp skjá. Þetta verður bara svona ASO TV þarna býtu ASO TV announcement. Svona eins og Apple-auðlýsingar. Já, sko, Nintendo Direct. ef við erum með eitthvað tilkynningu eins og ef við segjum að þetta sé það skjáþyrjan, ef við erum komið dagsetningu fyrir eitthvað nýja seríu eða eitthvað þannig, eitthvað stór tilkynning, þá getum við sagt af Instagram og samfélagsmiðlum og við segjum þetta í Karlakofan. Þannig að við erum svona hlustu á Karlakofan, við erum með rosalega stóra tilkynningu.
Það væri sniðugt, það ekki? Já. Já. Það væri snið. Já. Sniðugt. Herri, já, en þarna, já, ég svona auglýsti þetta á Instagram og þá fengum við hugmynd að setja á stað svona eitt sem heitir það að þarna, við ákveðum að setja smá á stað sem heitir svona, þannig að fólk getur sett inn símanúmer og við hringjum í þau og við fengum ábendingar 4 kannski munum við fá fleiri gæti verið og ekki það sem er á játmyndir við sem gáðum á þann já, það eru eitt við glemdum, ég held áhörundar halda að Maggi sé hættur, hann er ekki þessum nei, hann er veikur að spila Hat in Time heima hjá sér og hósta við nefndum hann ekki þessum þætti hann var ekki síðast á þætti en að þið haldi kannski hann sé hættur nema hann var alltaf landið síðast og núna er hann veikur við ætlum svona að reyna að hringja henni þessum þætti það ekki Jú, okkur ekki Hvað með bara núna? Við gerðum það síðast Já, en núna er veikur Það er áhugaverð Þá getur við, hvað er maður að gera? Já, ég harða alla Simpsons Já, reyndar, hann hefur eitthvað að gera heima Þá var hann bara í bílum að hlusta Bjössa að tala Það er mikið að gera í þessu þætti Mér líður þessi þáttu verður frábær Já, það verður sturlu stemning En það verður svona ekki alltaf mikið vitleysa Viljið þið vita samt eitt næsta þátt af Karlakónum? Sem að tilkynningu Næsta hljóð í Karlakónum Hvað? Það er í staðinn fyrir shit Þetta er bókasafn Núna, það var þetta Greni Já En já, við erum að taka upp á bókasafnin Þess vegna er þetta viðandi En já, þetta er rosalega góði frasi Þetta þetta er bókasafn Þetta er svona eins og Dópna hála 10 fattari Við erum alltaf með þetta Við erum með 2 í einu Þetta er bókasafn Segir Úlfur Bjössi Herru, strákar Ok, byrja spásund Bjössi Ég er að reyna að gera Þetta er nú Bjössi Þetta er nú Bjössi Wow Þetta er low-key Bjössi Við erum ekki búin Herru, strákar, ég er sem með eina hugmynd Já En ég veit ekki hvort að ykkur finnst það góð hugmynd Þannig að getur þú bara tekið þetta allt saman niður Já, hvort Síðan Við erum komið tilkynningu 20. þáttur Karlakóans Þetta er 14. Verður í beinni útsendingu á Instagram Hey kanína Já, aðeins á TV Ísland Þetta Jói splæsir í kvöld er brjálu tilkynningu Ok, ég alveg með samt Sko, ég veit að þessi koppa er hönnuð fyrir rólega þætti en svo í ljósi sögunar Ég veit ekki af hverju við erum að taka þannig þátt upp hér Við gerum ekki tekið þetta upp Nei, við erum fátökir Hvað er að gera, Úlfur? Ég er að hækka Mér finnst gaman að hlusta á ykkur Þetta er hjá mér, sko Já, ég vildi heyra betur í þér Þetta er heyrnartólin Þetta er hérna fyrir hversu mikið við heyrum Þetta hérna er heyrnartólin Hversu mikið við heyrir heyrnartólunum Þetta er hversu mikið við heyrir Já, þá vil ég aðeins Já, svona bara, er það ekki? Nei Jú, ok En já, hann er þetta bara tilkynninga þáttur En já, við ætlum líka Segir og satt er ekki mann að vera í eitthvað 3 þætti Já, ég ætla að lækka í Ég var allan tíma þess að sögu Ég er með mjög góða sögum Og Erum við að fara í sigur Nei, ekki núna, við erum í þessum þætti Já, Mér finnst þetta bara alltaf leiðilegt að við verðum að segja Já, en já, við tökum kannski smá svona pásu einhvern tíma Það er örgulega með síðast þáttunum í seríu 1 og seríu 6 að koma með eitthvað sögur og vonandi eru það skemmtilegar Já, mínu skemmtilega Við erum að byrja að standa Hækka borðið Þetta var svo mikið fjör síðast Nei, mér fannst leiðilegt Útvarpsmenn eru standandi og við erum núna standandi Ég fannst leiðilegt að standa Prófa að gera það núna Maður verður svona aktífur Man langar að dansa við Guðni Maríu sko. Herðu, en jú, það er smá svona tilkynning Hann Atli Hjálmar Björnsson Meinur okkar, hann var í þætti 11 Já Fyrir okkur þáttum Fyrir mig þegar þessi versti og það var alltaf mikið kaos og
Það var alltaf mikið Já, krás. en þarna En samt finnast það símat í heim. Hvað síma? Veitir hvað var það? Krakkar. Já. Það var með indverðskan að tónlist. Já, hvaða lítur á ítalska fánar? Ég veit það ekki. Já, það var líka rosa að fyndi þarna. Er þetta akti? Nei, þetta kann að segja ok. Það var eins og líka síðast að þetta við hringdum að í sundlauna. Þess að öskra konu fyrir veit ég hver Ég var Nei, þetta var rosa Ég sé svo mikið eftir Við sögðum, við erum að taka upp podcast sem myndi Karlakofinn og hvaða podcast var ekki grín podcast það sem maður verið að tala hvort maður var nakin í sundi og það var ekki nakin í sundlega því hún fattar þú vart bara eitthvað að sprella Ságar, ég sá með hugmynd á 2 símaötum sko, sem ég langar að gera í þessum hætti En ég var ekki ennþá búin að segja tilkynningur Atla Já Ég var að ræða við hann á ganginum í skólanum og það sagði hann bara að hann sagði bara þú voru að hætta að hlusta á þessa Guðni Marjón hún er ekki fyndin Já, það og bara hann sagði eitthvað að ég ætti að vera meira cool innan gæsalappa og hann sagði þetta nei Þú ert kúlar og hann sagði þetta nei reyndar að ég ekkert cool en þú er að hlusta töff músík og bara eina sem ég eftir málana að leggja er að nútíma tónlist er rusl og ekkert annað rusl ég meina ég sakna 80s og 90s þegar var ég alveg góð lög Ég sakna líka mér fyrst nútíma tónlist líka í dag eru lög krakka með sigursíkjum dansandi apa þessu Atli, hún finnst þetta góð lög hann hefur sagt bæði, hún finnst þetta bæði lög geggjuð og bara þetta er ekki hægt þessi unga kynslóð þetta er náttúrulega bara með ólík hver fyrir skemmtilegt að ammanna sjúka Kawaii sprætið svo frábær Endilega hlusta á hann er frábær sko Mér langar ekki að hlusta eitthvað Ég veit að maður getur orðið illt í eyrun og að hlusta á hann en það er svona hans listræni stíl hann Kawaii spræt Ég man líka eftir í einhverju afmæli mér minna að þetta var afmæli að þér við fórum með hann að svampagarðana Já, síðan fórum við eitthvað þín að borða köku eða eitthvað og Atli var þarna og hann sagði eitthvað og við erum að spila tónlist hann sagði eitthvað spilum Dance Monkey ég veit eitthvað nei það er ömulegt lama ég talaði í kortinu svona þetta svo hallar svona vond og Atli á múðika Samt alvöndur hvað alvörunni tónlistamindbandi var yfir Dance Monkey þetta var einhverju gamli kaklar og egli heimli eitthvað dansa og gólfölli eitthvað aðalgaurinn leit út eins og George Lucas í gólfbúningi Við vitum að Ærmundur er skotin í gömlum köllum Ærmundur er algjör golddiggar eins og fólki segir Golddiggar Þetta var Eurovision þetta var leikskólakennar Ég er komin í svolítið stuði ef að prófa að hringja Magga að það Magga bara munið samt eftir tímabilinu í tónlist þegar það var svo ógeðslega vinsælt að í tónlistamindböndunum þá voru alltaf þessir þarna gæjar í svona green screen búningum og svo kemur það út að þeir eru apar í tónlistamindböndunum svona dansandi þetta var ógeðslega vinsælt á einu tímabili sko Hvenær var þetta vinsælt? Þetta var vinsælt sko Hvenær? Kringum 2000 og mögulega 10 Ég held að þetta var 1990 Við erum fara að hringja Magga Hækka hérna Hækka Ok, við ætlum að vera hann svolítið rálega Sko, ég heyrði í hennum í dag hann að fyrir hress Ég hringdi í hann Hann er kannski að vera next að bara ekki hringi podcast en að klippa þetta í börn Þannig já, kannski þurfa að klippa þetta í börn Og gafum upp í munnin Út af hverju hefur ekki popfilter Já, ég glemdi því Ég sagði þér að ná í popfilter Gamma það Er ekki þetta Það er örugglega eitthvað ástæða þetta er svona Halló, Karlakóin, góðan daginn Já Góðan dag, Karlakóin Jæja, hvað er að frétta Maggi? Bara allt fínt Hvað er eiginlega að þér? Ég er með smá kvef og hálsbólgu Æjæjæj Er ykkur lítill dvergur Ég er öll ekki með COVID Ég tók svona hraðpróf á hann Já Það var neikvægt Svo
Já. Það verður bara komið í ljós. Það verður svona neikvæði. Já. En já, hvað ertu búin að vera að gera heima? Hvað, ertu ekki bara að horfa á Simpsons og eitthvað? Ég er búin að vera að spila tölvuleik. Hvaða tölvuleikur er það? Deltarún. Og þú krakkar úr? Hára krakkar úr? Varstu að spila Nei, ég er Deltarún? búin... Já. Já, ég er að spila Deltarún. Ég er ekki búin að heyra þið síðan kostningarnar. Hvernig fannst þér kostningarnar? Það var bara spennandi. Ekki leiðilegt að Gunnar Smári náði ekki inn. Jú, svolítið. Brynja Níels og Karl Gauti dottnir út. Það er bara fyrir bestuð að ekki. Jú, ætli ekki. Jú. En ertu búin að vera, hvað ertu búin að vera að borða, Maggi? Ég fekk með núðlur Já, og ég er búin að vera bara Karlakóans eru mjög forvitnir mataræði þitt, sko. En hvers konar meðal ertu búin að fá þér, Maggi? Ég ætti að taka á Ég er meðal. ekki búin að... Nei, reyndar ekki. Nei. Ertu ekki að fá þér neitt nikotín eða eitthvað svona? Eða Nei. tóbak? Nei, ekki svona. Nú er þú ekki búin að vera síðustu 2 þáttum. Hvað, þarftu ekki að fara að koma aftur? Kikja aftur í kompuna? Heyri, já, Jú, þú hefur ekki komið í kompuna. Sko, þáttur 11, þá varum við Atla. Þáttur 12, þá varum við á fjarfundi. Þáttur 13, þá var Svölda landi. Núna þáttur 14 og síðast í þætti 10. Það var rosalega langt síðan að vorst í kompuna. Þú verður að kikja aftur. Það er ekki einhverja breytingar eða? Nei, það er enga Nei, breytingar, þetta er sko. sama gamla kompan, sko. En við höfum eitthvað, hvað gerðist á Íslandi 1983? Já, Heyrðu, ég er að þú sért að hósta, Maggi. Já, er Bjössi heima? Nei, ég er nú. Nei. Ok. Nei. Hvað ég var að láta þið vera núna, Maggi? Já, ætli ekki. Já. Hlustaði nú bara karlakóna með hann, ekki? Nei, Jú, ætlegt. Já, ok, já, ég bara núna, ég held að það meina núna. Þátt allu með Atla. Já, Ok, bye. bye. Hann er ekki að fara að gera það, sko. Þú veist, Maggi bara svo þetta sé komið að hreint, þá hefur Magnús hlustað á Magnús, við allir 3 hlustum á karlakóan. Hann hlusta allavega á flesta þættina eða hlustum bara á það. En Magnús, hann har hlusta á fyrstu 20 mínútur á fyrsta þættinum og hann verður ekki hlusta meira. Hann segir að sé óþægilegt að hlusta á röddina og segir hann, veit ekki alveg Ég er bara stoltur af því að hlusta á mig, sko. Já, mér finnst það bara gaman, sko. En já, hann er að spila Deltarún eftir Toby En sko, Fox. ég verð samt svolítið að viðurkenna. Ég er Meistarann sem bjó til Undertale. Ég er svolítið búin að hugsa, sko, ef að ég væri ekki fyrir karlakóan, myndi ég hlusta á karlakóan? Ef að ég, þú veist, já, bæði já og nei. Sko, ég nenni eiginlega ekki að hlusta á hlaðvörp með eitthvað sem er ekki frægur og eitthvað sem ég veit ekki af. Ég nenni ekki að hlusta á hlaðvörp með eitthvað sem ég þekki ekki. Bara eitthvað Jóhann Ármannsson sem býr í Akureyri. Þó er það skemmtilegur og eitthvað þannig, en þú veist, jú, ég gæti að hlusta á karlakóan, þú veist, ef ég myndi Þessi, þú myndir ekki hlusta á okkur. Ef við myndum fylgjast með aðeins TV. Jú, við erum að tala um karlakóan. Sorry, strákar, Mattías meiddi sig undir borði. Við erum svona að tala um Spugstone og við erum að hringi Pálma Gesson. Jú, ég myndi alveg hlusta, held ég. Af hverju ekki? En já, ef að fara í eitthvað lið. Oh my god. Já, hvað bara förum í segir og satt? Matti, ég var fyrir segir og satt. Nei, förum í spurningasögur. Já, að fara að byrja með það? Já, byrjum bara með það. Ég er búin að vera... Þetta verður svona að vera stutt, sko. Já, útskýrðu hans liðin fyrir áheyrendum. Ég er búin að vera að gera þetta mjög lengi fyrir þarna utan svona hlaðvörp og eitthvað svona. Eða bara í vídeóm og svona. Og þannig að ég er alltaf að koma með steiktustu spurningar fyrir Mattías, Arnmund og Magga. Eða bara einhverjum öðrum. Bara einhverja ógeðslega skrýtnar og það fælist í því að það getur verið einhver stjórnmálamaður eða grínist eða leikari að gera eitthvað, að hitta þann sem ég er að tala við og gera eitthvað skrítið við hann. Don't take that out of context. Ég held að fólk skilji þetta. Já, og þarna ég vil gera það í þessu og þess vegna það sem ég er að gera er að spurningin á að breytast í sérstaka sögu. Spuna. Ok, Úlfur, þú ekki bara byrja þetta og sína Jú. Þannig að ég ætla að spurja Mattías. Mér langar að spurja Magga þínu nema hann er veikur. Þannig að byrjum þetta. Ég var ekki að fá hana du-nu-nu-nu-nu. Træðilegur ég syngja. Hættu. Mamma hann sagði að það voru falsk.
Mamma sagði það, ég man eftir því. Táningafræðarinn Táningafræðin í tvíhöða. er nammi holt. Þetta er táningafræðarinn. En þarna, já, gerðu þetta aftur. Gerðu þetta aftur. Var þetta? Já, ég bara þetta. Spurningasögur. Sem kemur þetta. Spurningasögur. Spurningasögur. Þetta er Birta Hall og myndi stjórna Nei, þetta er fucking Bríett. Úlfur, af hverju hatar sem Birtu Hall? Úlfur, af hverju hatar Birtu Hall? Hver hattar hann ekki? Við hittum hana sko þegar vorum að taka upp. Hei, ég hef spurningasögur. Já, segi Sett það. þú eftir. Já. Ok, alltaf lagi. Mattías Mattías minn. Já. Hvað myndið þú gera ef þú verið að labba í Laugaveginum og þú myndið sjá Loga Bergmann labba til þín og hann segir, og hann er bara með fullt af tökuleiði fyrir aftan sig. Mér líka við naflaðin. Núna ætlum ég að skjóta. Nei, núna ætlum ég að taka þig. Ég veit ekki að segja, heyrðu ekki Bogi Bergmann. Hvað meinar þú? Þetta er Bogi Bergmann, helvítið þitt. Það ekki, ég ruglast. Ég vil bara aðeins pota í naflaðin. Það er allt í lagi. Og svo kemur Armundur inn. Armundur, Nei, ég veit ekki. þú ert með Mattíasi. Hvað myndið þú gera í þessu ástandi? Ég myndi bara vera hissa og ég myndi Armundur, haha! Ég myndi Má ég bara- bóra í nefið þetta, Armundur? Herðu, við þurfum að fara að flýta okkur Veistu af hverju ég hætti á stöð 2, Armundur? Nei, en bara Til þess að fá að knúsa ykkur. Herðu, en nú er þetta svona Veistu ekki hvað Steindi gerði við mig í Já, Malt herðu. Múnikmann? Það var nú bara Hann kveikti í mér. Herðu, en Logi minn, við höfum ekki Ég var að tíma í þetta. klippa funny kattarvídeó fyrir Herðu. Vines. Já, herðu, Logi minn, það var gaman að heyri þér en við þurfum að flýta Gaman að ég er að taka upp þátt fyrir Sjómar Símans hérna. Já, er það? Já, Viltu eitthvað þetta er tala við með okkur? Loga season 4. Já, viltu ekki að tala við okkur eitthvað sé Já, sagt? ég elskar hórið þitt, Arnmundur. Ok, herðu, Logi, bara, þetta hlýtur að eitthvað grín Má ég smakka? Má ég smakka? Hættu þessu. Hætti að vera Þetta er- pelli. Nei, Come on, Logi. með Loga. Það er alltaf svo skemmtilegt að Nei. hanga með Loga Bergmann. Logi, bara, við höfum ekki tími í Ég þetta heiti Logi Bergmann. Nei, ég er núna að fara að lappa í burtu Svo byrja að vaksa svona englavængir á hann. Nei, núna er ég Núna, bara það. núna ætla ég að ríða Hallgrímskirkju. Svo flýgur hann Já, í burtu já, fyrir Hallgrímskirkju. Ætla að reyna að stoppa hann. Þetta er Ævar vísindamaður að tala núna. Ætli þið að stoppa Loga Nei, Bergmann mér- yfir að runga Nei, Hallgrímskirkjunni? ég held að Matta vera ekki saman, mér er frekar saman, sko Armundur. Hvað svo, Armundur? Hjálpaðu Já, Mattíasi ok, að berjast við Loga Bergmann. Ok. Hvað svo? Samúsin. Hlaupið, stákar, koma svo. Blá. Þarna eru þau komið að Hallgrímskirkju. Það er einhver túristi þarna sem segir, jæja, hvað ruglið þetta, maður? Er þetta einhver ljósasýning hérna? Íslensku. Og kemur í ljós að Kemur í ljós. Hallgrímskirkja byrjar að vakna. Hún segir bara, já, Logi Bergmann, já. Herðu, Og svo byrjar hann að gubba Nei, út herðu, Guðjón ég- Samúels. Ég myndi hlaupa í burtu Og hann er bara svona fóstur. Hann er bara svona risastórt fóstur. Úlfur, veistu hvað fóstur er? Já, Allt í lagi. það er fítus. Og þarna og svo byrja að koma kanínur og eitthvað, þetta er spes. Logi, Og byrja að draga Guðjón Samúelsson í burtu. Mattías, ætlað þú að stoppa þessa kanínu? Logi minn Flettu á blaðsíðu 3500. Já, Logi minn, ég held að finna þér tíma hjá sálfræðingi, þetta gengur ekki En svo byrjar Gunnar, hvað heitir aftur þarna fanny Gunnar gæinn K100? Siggi Gunnars, Já, Dirty Dancing Siggi Gunnars byrja að dansa á krossinum á Hallgrímskirkju og hann segir bara Dirty Dancing. Ég myndi taka upp síma minn, taka það upp og setja inn á alla henns og samfélagsmiðla. Og svo segir hann, Armundur, ég sé að þú ert búin að leggja mig í einelti, Armundur. Já, sorry Siggi minn, Og að byrja að kúka út íkort á kastar. ég myndi hlaupa í burtu og félaga mig.
Kemur í ljósa þessi íkorni yfir hundaveiki og verið að elta þetta alla bæ. Úlfur, við þurfum svolítið, Úlfur, bara það er sem þú komið tími til að stoppa svona. Nei, Við erum komnir í 25 mínútur. En ok, núna er þessi saga búin. Já, flott. Núna ætlum ég að vinda mér yfir í sög nummer 2, ok? Nei, Hún er miklu einfaldari, ok? Armundur, það er að vera 2 mínútur. Armundur, þú ert að labba í höfninni. Já. Og svo allt í einu sérðu alveg brunandi, driftandi Dominos-bíl með Loga Einars Í samfélkingunni. Já, Loga Einars og Magnús í Dominos-bíl og hann öskraði svona á því Armundur, hlauptu, það er sæskrímsli og svo kemur hann rísa stórt sæskrímsli og Lukas og Benjamin tvíbræður eru á því og það er Ég myndi elta bílinn hjá Loga og Magga Ef við veitum ekki hver Lukas og Benjamin er, það eru tvíbræður sem voru einu sinni í okkar bekk. Ok, Úlfur, ekki hafa þetta út. Ég myndi elta bílinn hjá Loga og Magga segja má ég fá far. Það myndi segja nei Armundur, þú verður að hlaupa. Já, ég myndi hlaupa. Verður að hafa healthy body og segi þetta í alveg. Ég myndi hlaupa í burtu og fara inn í næsta Svo hús. kemur Egil Gils í Superman búningi og byrjar að come on Santa, give me a gift of a healthy body Úlfur, þetta er meira Donald Trump en Gil, sko. En hann segir þetta svona og svo kemur fyrir þetta svona fitt fólki, nökkvi fjalar kemur og fyrir að eitthvað svona Vissi þetta var að segja hann að hinn eitthvað. nökkvi fjalar og Ívar Einars eða hvað sem hann heitir. Hvað gerðist Mattías? Ég er að fóra mig svo ætlaði. Þessi kompa er bara eins og eitthvað pyntingarherbyggi fyrir hann Mattías, sko. Allir pyntingar fyrir mig, ég er ótrúlega óheppin. Mattías verður aðeins að hvíla sig. Ok, en Armundur, þetta er þín saga einmitt núna. Já. Svo sérðu Mattías, hann er að hampa Egil Gils í loftinu og það segir Armundur, flýttur í hörpun áður að verður og seint. Ég myndi fara í Sigga beint eitt sér að ríða nökka Ég myndi segja Lykillinn að dyrum til valhaglar eru í þvangblöðurinn í hennar Sigga. Ég myndi lappa í börn og segja Gil, þú ert meiri helvítis vitleysingurinn, bara fokka. Þetta var Mattías sem var að segja. Já, ég held að þetta var Gil, þú myndi bara, hætti þessari vitleysu. Ég hef ekki tími í þetta. Passaði þetta ekki. Hann er hún á kóngastólnum eða ég veit ekki hvað ég minna. Bari. Ok, og svo þannig að ferðu inn í hörpuna og sér sig beintið svona. Herðu, ég held að þessi komin tími á næsta lið. Við skuldum næsta lið. Sagan er ekki búin. Jú. Þú verður að fróa Siggu Herðu, þarna, Úlfur. Til þess að láta hann að skvörta lyklinum út. Sko, ég er að spá á ég að breyta aldurstakamarkunni yfir í 14 ára til að losa þetta hljóð. Já. 13 ára klurgis. Já, gerðu það bara, 13 ára. Af hverju segjum við ekki, já ok, þannig að bara af hverju segjum ég ekki bara svona Ég meina það eru kynlífsatrið í myndu sem er bannið hennar 9 ára. Ég seti í lýsinguna góðir hlustendur, þessi þáttur er ekki fyrir viðkvæma. Nei, alls ekki sko, það er ekki okkar húmor stöðum við hérna. Ok, já, ég er að fara að setja þetta í byrjunum. Bjössi, hann er ógeðslega viðkvæmur. Við þurfum að fara í Seyri satt, ef við ætlum að reyna. Já, förum bara í Seyri satt, dúti frúti. Já, þannig að einu sinni, þá var ég í Sundlauginni, í Seltjarnarnesi. Og ég var úr, nei, þetta er góð saga, ok, hlustið ég er mjög stoltur af þessari sjó, hlustið. Og þú veist, það var svona grind til að setja handklæðin á. Og ég var að þurrka með handklæðið mitt, en ég setti sundskíluna svona á grindina. En tók ég eftir, það var svona taska og eitthvað handklæðið undir, þannig að rann svona vatn á það. Og ég var eitthvað, og ég var að reyna að taka þetta. Þá sá ég Pálma Gesson taka töskuna, horfði svona, þannig að hann átti töskuna, hann brosti til mér og eitthvað.
brosti svona til mín og fannst það ekki alveg að fyndið eitthvað. Pálmi Gesson, mér langar með mikið að spyrja þetta hérna, Pálmi Gesson. En já, ég var ekki með gleraugun mín, þannig ég sá það ekki, en ég mjög vissum að það var Pálmi Gesson. Hann leit alveg eins út, þannig að Pálmi Gesson var þarna. Þannig ég hef bleitt þannig, við skulum einfalt að segja, ég hef bleitt handklæðans Pálma Gessonar í sundi. Perra, maður bara perri, sko. Þannig já, Þú byrjar að raskegla Pálma Gesson með annað svona, hey, rólegur Kutti, rólegur PJ. Hvað? Nei, ekkert. En þarna. Já, núna komið að Mattíasi. Nei, þið eftir að segja hvað þið haldið. Er það Ósatt. Þetta er mjög örðugt. Þú komst með virkilega góða sögur, ok, þannig að ég trúi ekki því sem ég sagði að þú hafi raskelt Pálma Gesson með handklæði. Nei, en heldur þetta sagt að ég bleitti handklæðans Pálma Já, Gesson? þetta Ísland er svo lítið land. Hvað heldur, þannig þú segir já? Ég segi satt. Nei, þetta er ósatt. Þetta er satt. Þetta er alveg Á hverju sagður þetta þó ekki við Pálma Gesson? Ég sá því í sundi. Ég vissi ekki alveg hvort þetta var þú. Hvað heldur að hann muni bara allar heimsóknir sendi? Já, það er grínið alveg. Lærðu list. Já. Það leita eitt af Símon. Nei. Ok, núna komum við að Mattíasi. Leita einu Símon. Já, hvað er það? Ég fann ekki, ok, ég ætla bara að byrja sögunni. Hann er þessi höfn niður í Kópavogi, svona smábátahöfn. Já. Og fjölskyldum mínu hugsa að kaupa bát. Já. Þú ert alltaf deyjum leiðendum þegar aðri segja sögur. Nei, ég er ekki deyjum. Við ætlum að fara sko. Reyna að vera síðan að gera. Já, þetta er svona smábátahöfn. Já. Og af hverju fengur Clubbed Up ekki að telja atkvæðin? Þeir eru ekkert eðlilega góðir í að telja. Arður, hvað ert þú að horfa á? Ég veit ekki, þetta var tilkynning sem ég fekk. Já, Clubbed Up, maður algjör að fá þetta. Já. Okay. Allt áfram með söguna. En já, þannig að í Kópavogi þá er höfn. Ég sjálfskar þetta. Og talandi bara Pálma Gesson. Ég sá hann bara keyra þarna. Og þetta var bara Pálma Gesson. Við hefðum þetta að hringi henni þetta sem þetta bara. Ég vissum að ég get alveg fundið ykkur að sögu með Pálma Gesson með minn en að ég hitt hann. Ok, ég skal segja. Úlið, býttu, þú ert ekki að gera. Já. En já, þannig hvað var hann í höfninni bara? Og hann var bara í höfninni. Já. Og hann vinkaði okkur. Við vinkuðum ekkert það fyrst. Já. Hvað segir þú? Er þetta í Kópavogi? Please likeið borðið, strákar. Var þetta í Kópavogi? Já, ég ætla að leita hvað þessu höfn heitir. Ok, en allavega, er þetta satt eða logið? Ok, þannig að, já, ég segi ykkur. Ég segi að sé logið. Ég segi satt. Þetta er satt. Já, ok, allavega, mér minnir, já. Jú, það gæti alveg verið, sko. Ok, segðu bara. En þarna, ég var einu sinna að labba í Laugaveginum með fjölskyldunum minni. Fjölskylda mín var aðeins aftar, ég venjulega alltaf svona eitthvað aðeins hraður í að labba, sko. Já. En svo kom í ljós að Pálmi Gesson labbaði fram hjá mér. Og svo svona, fuckboy. Þetta er logið. Já, ég veit ekkert hvað ég var að segja, maður. Þið voru í einhverjum Pálma Gesson þema eitthvað. Heyrðið, en þarna, sko, ég fekk smá hugmynd. Hvað með að gera smá öðruvísi? Þannig að við getum byrjað á að hringja fyrsta númer núna og síðan hringjum við í næsta 5 mínútur. Erum við að fara að gera þetta? Já. En strákar, það er eitt sem við erum að gleyma. Já. Og það er auglýsingin. Hvað er auglýsing? Fyrir beint í töfrabílinn. Já. Við nefnilega fórum í samstarf með PJ og Sveppa til þess að gera þessa teiknumyndaþætti fyrir Krakkarúf sem hétu beint í töfrabílinn og það er með PJ og Sveppa í aðhlutverki sem er eiginlega innblásið af podcastinu beint í bílinum að þeir að lendi í alls konar veseni í svona ævintýrum í svona töfrabíl og þannig að PJ er alltaf spurja svona Sveppa svona hvað lærðu við eftir þetta Sveppi og þannig að ég var bara að spá í hvort við ættum kannski bara sína auglýsinguna núna það ekki Arnundur? Jú Ok, allt er lagi, þá skulum við byrja þetta eigum við ekki að setja þarna tónlistina
Mattías, var það ekki þarna þessi fiðrilda tónlist þarna sem var þarna? Hvað með við gerum bara Nei, þetta er þarna Beint í töfrabílinn Trailer, yey, fyrir krakkar úr plús Jæja, Sveppi Já, Ertu tilbúin í að fara í ævintýri? hvort ég er Hvað, svona er alltaf sagt í balla hvort ég er Haltu áfram, krakki, ertu fæddur í Við gær? förum í Ævintýrabílinn okkar Þetta er töfrabíllinn okkar töfrabíllinn Þetta er Sveppi og PJ Nei, við erum að halda á Þetta er Sveppi og PJ Lenda saman í vesinu Veit í töfrabílinn Og núna kemur svona trailerinn svona Jæja, Sveppi Já, Við verðum að stoppa þessa sjóræningja það er rétt hjá þér Já, núna Við verðum að fá þá til þess að hætta að reykja Já, árás Árás Sjóræningi Ég er Ygli Pála Ég er Ygli Randver Þorláksson Randver, þú ert að Ég vil drepa hreitt skjöld Já, sæli krakkar, ég er Gunnar Helgason Ég er aðstofamaðurinn hans Randvers Þorláksson Ygla töfrakarlsins Sveppi, ég er með njálk Hjálpaðu mér Æ nei Þið er að fara með mig út í geim, Ég Sveppi sendi þetta bara strákana, það ekki Hjálpaðu mér, En Sveppi þarna Strákar Svo kemur Öddi, hann er svona bulli en hann er svona Fokk ykkur strákar Og svo er svona Egill Gils og Steindi þeir eru svona eins og Greip og Goyle og Harry Potter svona Svona tveir aðstofamennin hans En já Strákar Beint í töfrabílinn Ok, strákar, ég kom með fyrsta númerið Fer 28. ágúst á Krakkarúf Plus Ok. 2023 2003, þetta er 2 ár Herðu, en þarna Strákar, ég kom með fyrsta númerið Úlfur, vilt þú ekki taka þetta? Þannig að segðu bara halló Hver er þetta? Þetta er númer sem einhver sendi okkur Vildur ekki tjekka á því hver þetta var? Nei, ég er ekki bara að ringja Segðu bara halló, hver er þetta? Og síðan segir eitthvað, ég heiti Birgir Já, nennar að spjalla Já, En ekki þetta En spjalla Úlfur, ég veit að það sá sem sendi númerið þinn bara segir eitthvað, hæ, nennar að spjalla í smá stund úr kalkblámanum En Úlfur, ég veit að einhver annar sem segir bara, afsakið, ég fengi skakknúmer já, Já, ok En þarna, ég ætla ekki þetta samt að segja nennar að spjalla Ég ætla bara að segja svona, hvað er í gangi? já, ok Bara eitthvað verið svona Það var hress hringt. Nennar að spjalla Talaðu við síman Sér að pissa í mig, sko Nú svarar ekki Þú ert komin í talósnúmer, nei Nei, Hringdi í 2 ef þú vilt hringi í alvörunni númerið númer 1 er bara fyrir skila Ítt á númer 3 ef þú vilt hringi í að hafna fyrir Hringdi númer 4 ef þú vilt á Akureyri Prófa næsta Já, þannig það er næsta einna Bara þú getur tekið upp arminur Þá hefur þú getað sé dansin Lít á fætina mína, Mattías Mattías, okkur ertu svona þess að dagina Ég held að ég sé komin Herðu, ok, það er næsta númer Það er næsta númer komin með þetta Já, Ok, ekki setja svona ef þú vilt ekki slasast Ok Halló? Hæ? Halló, hver er þetta?
Já, þetta er Rúnar. Hver er þetta? Rúnar. Rúnar? Já. Hvað er í gangi með þig, Rúnar? Ekkert, sko. Ok, bless. Þetta var, Rúnar. Ég vil ekkert gera þetta, maður. Hann leit út þess að hann var í engu góðu skapi, sko. Þess var skemmtileg. Hver taka þetta? Já, ég bara gera það. Ok. Gera bara hvernig hann er að spilla það eitthvað. Já, hvað dag? Klipp þetta bara í byrtu ef þetta verður vant. Ef þetta er einhvers annað, þá segir bara að þetta Mannskvörf. Halló, verið velkomin í ólögleg mannskvörf. Ég skellti bara á. Ok, alltaf lag. Það kom samt eins og, nei, það var ekki verið að skella á það, sko. Þetta var bara, það er 1 númer yfirbót. Takt þú það bara? Nei, takt þú þetta. Já. Já, takt þú Já, þetta. ég takk. Þú ert alltaf svona hress þegar þú hringir í ykkur. Já, Marta sér þetta bara. Ok, Ekki segja nennir að spjalla, það er eitthvað svo dapurlegt. ok. Það er alveg svo það sem Þarna, Kristoffer sagði minni í Þarna, maðurinn, já, þarna sko, maðurinn sem sendi þetta númer, hann var í bekknum okkar, hann er alveg saman nafn á pabbiðin. Já, Ok, hann sendi þetta númer. hvað er það? Ég veit ekki, hann er líka fluttur í hverjuna, hann er fluttur Já, í já. Garðabæn. Ok, tala við Fóreldrar síma. mínu þekkja pappans. Allt í lagi, ég hef mér alveg Já, mamma minn þekkir hann líka, mamma minn þekkir mamma hans. ekki bara mín. Góðan dag. Hver er það? Já, góðan daginn, þetta er Matti hérna. Úr skærlega koma. Hver er þetta? Hver er þetta verið? Ég er Matti. Hver er þetta? Hver er það? Þetta er Beggi, hver er það? Kannski ég fengi skakt númer þá. Nei, spilla. Nei. Við erum að gera eitthvað meir, við höfum þetta að segja eitthvað svona, Nei. hlusta þú að karlakonu, við erum að spöggstofunni. Er einhverja hugmyndar að rökræða? Já, þegar áhörundur finnast þegar liðir ekki mjög skemmtilegur. Ok. Nei, þið finnst ekki svo. En hvað með smásálið sem er eiginlega alveg eins? Já, Nema það er engin heimskur eða klár. Ég er ekki endilega viss hvort að svona, fólki finnst það skemmtilegur. Ég er samt með hugmyndar að símati, sko. Ég held að vera frekar skemmt. Já, en núna var að koma kvörtun frá því að myndum gera símat. Í alvörunni? Já. Og hver var það? Það var foreldri mannsins sem er umsjónamaður þáttarins nema er ekki hér. Hann Af vill að, hverju megum við ekki gera síma? ég veit ekki, þú veist, við getum líka bara gert þess að þegar við hringdum í Laugardalslaugina. Við hringdum, segjum að við erum að gera podcast, við erum bara að spyrja nokkra spurninga. Heyrðu, Við getum gert eitthvað þannig bara. Við gerum podcast. Já, en það mun eiginlega hugmyndir mín að síma þetta. Hvernig var þessu hugmynd? Ok, en þú klippti líka út þegar þú þurfti að segja En já, það er eitt sem getur virkað sem bara svona spurningar, sko. Ég get alveg gert það. Hvað er það? Það er bara alls konar einhver steipa, sko. Þetta eru alveg spurningar. Þetta er það Nei, sem... komdu með dæmi. Ok, þarna er Friðrik Tór skemmtilegur nema aðeins steiktara en það. Ok, gerðu bara eitthvað 3 spurningar. Ok, ég skal gera það. Já, hvert af því svona hringi? SS-blissur. SS. Bæjarins bestu. Það er eins Ég held að þið hafa ekki símanúmer. Bæjarins bestu. En þið hafa ekki símanúmer, það er bara að vera... Kvartanir. Hann er að vera búa til pilsu og síðan bara... Förum í það Game TV. Hvað svo? Nei, Gamestöðin. Gamestöðin. Nei, þarna... Game TV. Þetta í kringlunni. Já, Gamestöðin. Heitir það Gamestöðin? Og viltu ekki bara spjalla Það er tölvuleikjabúðin í kringlunni. Spjalla aðeins Já. Tölvuleiki eitthvað, spilar Já, Dark Game og eitthvað. Já, það er eitt þannig, sko. Ok. Við erum það venjulega, svo var þetta skrýsna. Ok, komdu með 4 spurningar. Ég var að fatta út og greið, þetta heitir gamestöðin, þetta er svo gamestöð. Þetta er bara game. Já, Ég hef aldrei fatt þetta áður. Það er líka mjög mikið game leikum. Hvað? Þú séu þetta Karla komin Já. hérna podcast með spjalla hans. Ég veit.
Geimstöð, góðan daginn. Já, ég heiti Úlfur og ég hérna meðlimur í podcastinu Karlakonum. Ok. Og mér langaði bara að spurja, finnst þér vera barnaníkur? Fuck! Úlfur, þú spyrð ekki svona spurningar. Við klippum þetta. Úlfur. Við klippum. Já, ég set bara svona bíp yfir þetta. Já. Hörðu, Úlfur, maður segir bara ekki svona. Er ekki alltaf lægi með þig? Hver? Það er hægt að gera eitthvað í þessu. Já, en sko, þetta er bara, svona gerir maður ekki, Úlfur. Fyrirgefðu, ok. Veitu, prófum að hringi í Nexus. Já, Nexus. Ok, ég var með aðra spurningar, ég ætla bara að byrja á þeim, ok? Já, mér langar bara að vita hvað spurningar þetta eru, svo það sé ekki það er með þarna leikarana í Mario myndinni. Nexus er alveg tölvuleikar. Já. Einn youtuber sem ég horfði á Video Game Donkey, hann gerði svona, hann var að hringi alls konar fyrirtæki og var að spurja hvernig það var að hafa svona leikarana úr Mario myndinni. Ok, tilbúin. Já. Ekki spyrja eitthvað út í eitthvað barnaneigna. Heyrðu, það má ekki láta. Klippa þetta. Já. Nexus Glæsibæk, góðan dag. Já, Nexus, þetta er ég heiti Úlfur, ég er meðnumur í podcastinu Karlakonum og mér langaði að fara að spyrja nokkra spurningar. Ok. Hvernig finnst þér að Chris Pratt er að leika Mario í Super Mario myndinni? Algjör stórslis. Algjör stórslis? Nú? Jú. En hvað með Charlie Day sem Luigi? Charlie Day, allt bara meira Charlie Day, allan daginn. Ok, en hvað með Jack Black sem Bowser? Alltaf meira Jack Black, takk fyrir, hvernig sem er. Já, Jack Black væri alveg freka fít fyrir Bowser sko, en hvað með Keegan sem Toad? Já, ég er ekki jafn viss það. Ok, en hvað með Seth Rogen sem Donkey Kong? Hvað finnst þér það? Veistu hvað, ég get bara séð það fyrir mér og ég held að muni koma ágætlega út. Já, það geti alveg komið ágætlega út sko. En þarna, takk fyrir að svara þessum spurningum. Ég verði að setja þann fyrirvara líka, ég get ekki talað fyrir Nexus sem fyrirtæki. Þetta er bara mín skoðun sem einstaklings í samfélaginu. Já, það er einmitt það sem bara mér langaði að heyra, ekkert stress sko. En nákvæmlega, takk fyrir að svara. Takk fyrir og takk fyrir að sína þessu máli þennan áhuga. Þetta er eitt af stóru málunum á komandi áratug. Já, ok, takk fyrir, bye. Sko, Úlfur, þú hittir á Mario aðdáanda. Það hefði bara getið verið eitthvað kona eitthvað, en ég hata Mario. Þarna hittir aðdáanda. Það er frábært. Þarna... Já, herðu. Ég átti ekki vona þessu, sko. Ég átti vona ekki að segja, hver er Keegan? Svokar, ég myndi ykkur samt, ef þetta væri eitthvað hvað finnst þér Chris Pratt að leika hann sagði algjört stórslis. Já, ekki sagði, ég myndi ykkur samt hann hefði sagt en já, ég myndi bara minna þetta bara skoðan mín, ekki verið fyrirtækið og hún var bara, já þýðin og dörskellir. En nefnilega, við getum líka bara hringt í eitthvað sem við þekkjum. Nei, það er ekkert fyndið. Jú, það er svona gaman. Það er ekkert funny. En það ég beint í byrjun, þau ætla að hringi út á Steinda, það er alltaf svona gaman. Hvað syngjum bara eitt að Steinda? Þeir eru ekki á já. En hvað með Jón Gnarr? Hann er heldur ekki já. Og Ari Eldjárn, af hverju heyrir ekki bara Ari Eldjárn? Mamma mín þekkir Ari Eldjárn, hún talaði við hann í Sundi daginn. Já, herra já, þarna Eldjárn. Þannig já, við getum hrengt Gallup. Gallup, hver er það? Gallup, það er svona, þú voru að gera skoðanakannanir. Hvað við gerum skoðanakannan á Gallup? Já, við minnum ekki á Gallup. Já, gerir það bara, ég veit ekki hvað í fokkanum Gallup er, en bara endilega að gera það. Ok, þetta er svona fyrirtæki stærst á Íslandi sem gerir skoðanakannanir í það kostningum eitthvað. Og hvað við syngjum? Já, þetta er Gallup, við spyrjum nokkra spurninga. Síðan segir svona, er þetta ekki grín? Og síðan bara, nei, já, góðan dag, mjög Gallup, við spyrjum nokkra spurninga. Síðan kemur eitthvað, er þetta eitthvað grín eitthvað? Síðan sér eitthvað,
Svo líka þetta karlakofinn, en það er svo ég gerði við Nexus. Nei, Úlfur, Síðan segir þú bara ok, bye, eitthvað þannig. Við viljum spyrja þig hver skoðun þínum á brúðurkjólum og Sigga Klín. Nei, ok, eitthvað annað. Hver skoðun þín á brúðurkjólum? Ok, síðan skellir á, ok. Kannski svara þær ekki, ég veit ekki. Þú og símtal. Þú og bara give me some sugar. Sugar. Hvað í gangi? Lúta hverju? Já, það hér. Úlfur. Já, ok. Þið skelltu bara á. Já, þetta var eitthvað skrítið. Já, það getur auðvitað ekki syngt. Við hringjum ekki í lítil börn. Nei, það er ólöglegt. Þeir geta bara hvað með ykkur tímann, þá byrjum við svona dúófund í miðjum karlakofa þetta. Ég geimst Já, Úlfur, ég er að fara að setja blíp yfir nafnið, sko. Það má enginn vita nafnið. Þá er það hljóðar eins og ég sé að segja tippi hvað. Nei, þetta var nafn á einstaklingi, sko. En þetta var bara mjög óviðeigandi og bara nafn á einstaklingi, nafn á fyrirtæki. Nei, ekki á geimstöð. Þeir varst að hringja í það. Já, ég var að ekki segja það aftur. Nei, ég held þú ætlar að blípa geimstöðuna. Nei. Geimstöð varstu búin að meiða þig á túspenna? Hversu hóraður ertu, Mattías? En já, af hverju prófið ekki eitthvað sem hann að hringja? Já, auðvitað fór í beinið þitt. Ég ætla að sína bara. Nei, ekki flassa á mig, Mattías. Af hverju byrjum við ekki eitthvað sem hann dúófund í karlakofan? Þetta er hérna. Á meðan við erum að taka upp karlakofan. Af hverju byrjum við ekki dúófund og við tökum eitthvað sem hann upp eitthvað karlakofan? Þetta var ekki neitt. Þetta er dúófundur. Hæ, sem Snorri og Ívar eitthvað, hvað er í gangi? Er í karlakofanum. Eitthvað að gera eitthvað? Nei. Ekki núna. Það er við 52 Já, ég var að koma eitthvað lag eða eitthvað. Við kunum spila þarna Ingu Sæland-lagið þarna. Kaffi er ekki kaffi nema innihalda mjólk og flokkur er ekki flokkur nema kenna sig við fólk. Kaffi er ekki kaffi nema innihalda mjólk og flokkur er ekki flokkur nema kenna sig við fólk. Einu sinna á gamla röð, ketting fór að segja breytt. Úli, þú veist ekki Ég hef alveg heilt þetta lag, sko, en ég veist ekki hvað þetta sungið þetta. Þú ættir að vera fucking rappari, Armundur. Þú getur bara að Kaffi er ekki kaffi nema innihalda mjólk, flokkur er ekki flokkur nema kenna sig við fólk. Einu sinni mjólk. Nei, ég var að læsa. Sjá, hvað er þetta er þetta? eitthvað clickbait. Þetta er eitthvað ræðileg clickbait. Herðu, já, við getum kannski að spjalla og síðan bara fyrir við yfir í kaffi. Já, það er eitt sem ég glemdi. Mér langaði einmitt að gera þetta, strákar. Hvað langaði að gera? Þetta er eitt af því sem mér langaði mjög mikið að gera í karlakofanum. Já, við Það er getum það. gert allt. Já, strákar, koma svo, við erum Ok, já, nógan tíma. Þú hvað er átt eftir að klippa fullt og þá, við verðum að ná sér í klukkutíma og svona. Ok, þannig að ég haf með hugmynd, strákar, að þetta er kynferðislegt, strákar, en ekki rosa kynferðislegt, sko. Já, segðu þetta bara, ég klipp þetta út ef þetta er vandhugmynd. Ok, það er það. Þið viti getnaðarvarnir. Já, þetta þannig að við byrjum á því að nefna getnaðarvarnir, en svo byrjar þetta aðeins að breytast. Fyrir hvað er þetta, segir þú? Ekki fyrir ekki neitt, bara eitthvað, sko. Já, nei, ég held að þetta sé Nei, þetta er allt í lagi, sko, ég viss um það. Þetta áfram, Úlfur. Ok, og við byrjum bara að segja svo bara eitthvað eins og ískápur eða eitthvað svona. Já, sem getnaðarvarn. Já, ég skil hugmyndina, en og svo getum við kannski mögulega reynt að útskýra hvernig það myndi virka. Já. Á mjög viðkvæman hátt, mjög léttan hátt. Já. Hvað við gerum eitthvað annan En sko, hvað með gerum bara einhvern tímann þátt að karlakonum sem er allt leifilegt. Hann er bannaður en að 16, það er bara verið að tala um sannleikan jólasveinina, hitta þetta. Jólasveininu, dópist. Sannleikurinn jólasveinin, það er kannski gengið dálítið langt, held ég. Sannleikurinn Ingu Sæland og Lóa Bergmann. Já, en jólasveitin, hann er auðvitað til fyrir unga hlustendur þáttarins. Þannig að getum við bara prófa að gera þetta getnaðarvarna sitt. Já, ok. Þannig að byrjum á því letta. Ok, smokkur. Það er eitt. Lykkjan.
E-pillu. Appelsína? Hvernig virkar þæla? Hvernig virkar Nei, appelsína? ég sagði e-pillur. Hvernig virkar appelsína? Maður bara sker hana bara svona stingur inn í, þú veist. Skilur þetta í appelsínu þetta? Já, appelsína er getnaðarvörn, vissirðu það? Já, ég veit. En ég Ok. ætla enginn spá ég þessi e-pillur. E-pillur, Já, allir taka e-pillu, stingur maður bara e-pillur inn í fórnum sinna? Ef maður tekur of mikið af e-pillum deyr maður og þá deyr bætir líka. Herði, já, ok, já, við haldum áfram. Þvottavél, Þarna, tímarit. álfur. Ég á að gera það. Ok, við erum að geta skiptast á, sko. nefndu bara Sigurður Maður setur svona hlutin inn í munnina og maður sér svona fyrir hann með lappirnar Hann segir við alla fruminnar hægrakar. Ok, við bara, ég held að við hefðum átt að taka þetta þennan þátt upp ykkur staðar annar staðar en á Borgarbóksarmanni. Ok, Grófunni. Tómatsósa. Það er, já, ég er með hérna, það er, ég ætla að segja þarna bíll. Maður trefur inn í skottið, sko, síðan fer hútið inn í hinn. Ertu basically að útskýra kynlíf með bíl? Ég er að tala um getnaðarvarnir. Já, ég veit. Maður er basically að nota bíl sem getnaðarvarnir. Ég er að útskýra hvernig bílinn virkar sem getnaðarvarnir. Ok, PJ. PJ. Hann er svona, nei, Úlfur, ekki gera þetta er óþægilegt maður, ekki hættu svo maður. Nei, fyrir konuna, sko. Já, fyrir konuna, já. Hvað við PJ sem gerfi til? Herðu, Matti, hvað þú gerir svo hundir á gólfinu? Matti er sér að deyja, Þessi sko. þáttur er farin út í öfga, sko. Brasilia. Herðu, þarna, ég ætla að segja mjólkurferðna. Bragi Valdimar. Egill Gunnars. Nökkvi fjall. Hver er Egill Gunnars? Nei, hver sem var úr silfrinu? Egill Helgason. Egill Helgason. Fúglindi. Hei, ekkert segja svona. Nökkvi fjallar. Nökkvi fjallar. Esja, Esifall. Já, herði, já. Mr. Clean. Já. Mr. Bean. Var ekki allir sem var eitthvað að gera eitthvað svona eitthvað? Jú, hann var alltaf að gera eitthvað svona. Hei, Úlfur, horfðu á þetta? Já. Alltaf eitthvað svona. Já, hættu sjálfmyndu þegar þið byrjaði að líka við þetta, sko. Ég er að grína, sko. Gæinn sem er hringdi í Nexus. Herðu, já, ég held að við séum að fara að hætta þennan þátt. Mattias er að fucking tegja. Strákar, ég held að þessi þáttur sé komin út í öfga. Já, ég held að líka. Ég líka. Ég er að fara á milli mikrofóna, sko. Það er frábært. Ég líka. Hæ krakkar, þetta er ég Magnús. Hæ krakkar, þetta er ég Magnús. Ég er komin inn í kompuna. Úlfur, í álöfurinn. Ég datt hún á Mattias. Ok, strákar, Matti, farðu af gólfinu, Úlfur, hættu að öskra og bara... Hvað er í gangi með Matti? Ég var að taka mynd af þess. Ég er algjörlega að fara að taka mynd. Mattias samþykist túspennanum. Hann dó. Herðu, Hvað er í gangi? Ég minni á tilkynninguna. Við vorum bara að tala um getnaðarvarnir. Herðu, Úlfur, við erum hættir að tala um getnaðarvarnir. Ég ætla bara að minna ykkur á það að 20. þátturinn af Karlakonum, þetta þáttur 14, sem verður eftir rúma mánuð, hann verður í mynd, hann verður í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum. Og Bergur dvergur og Nökkvi fjallar verður gestir. Já. Heyrið, við vonum bara að Maggi koma aftur í næsta þátt til að róa okkur strákana hérna aðeins. Ef ekki að vona að Maggi koma aftur svo hann geti aðeins róa okkur strákana hérna, það ekki? Og líka önnur tilkynning, við verum gestir hjá podcastinu hjá Gabe The Office. Já. Við verum gestir. Já, herðu, en ég er ennþá að ég er svona eftir að segja þarna, Uddi Blöð sendi á mig að hann vill fá okkur sem gesti. Í alvörunni? Herðu, þetta er númer sem var að hringja á þann, á ekki bara að skella. Nei, skelltu á, skell. Já, Uddi Blöð. Í alvörunni? Já. Þetta er í alvörunni. Puttaloforð? Já. Í alvörunni? Já. Í alvörunni? Já. Oh my god!
augljóslega ekki. Helvíti þetta Ég gerðum putta. Já, hver trúir að það? Ég held að þú myndir segja eitthvað, nei, þú veist, já. Trúir þessu. Nei. Herðu, ég er búin að finna kaffi, ekki kaffi nema innihalda mjólk. Ok, ég get að spila það í þetta. Ef við fyrst að spila trailerinn, kjósið mig. Nei, spilaðu trailerinn þá fyrir beint í töfrabílinn. Eru þið tilbúin? Ég veit að, nei, hug kveikt bara. Ekki samt Já, öskra. takk fyrir að hlusta á Kaklakofan, góða nótt. Ég ætla bara að minna á við erum öllum helstu Já, þið finnið það bara í lýsingunni. Ok, góða nótt. Kettling fór að sækja brauð og allir sult í sárri neyð. Ég er ekki mikið fyrir málalengingar og ég meina ekki klíkuskap og ættartengingar. Elska minni máttar og ég anda fyrir þá og alla aðra auðmingja sem ljósið ekki sjá. Kaffi er ekki kaffi nema innihalda mjólk og flokkur er ekki flokkur nema kenna sig við fólk. Ég er ekki mikið fyrir bull og fróðu snakk og minnist næna áfengi þá segju ég nei takk. Nema kannski bíðisjó, allra bestu gerð og lakanís og vambaflækju alla jafna verð. Kaffi er ekki kaffi nema innihalda mjólk og flokkur er ekki flokkur nema kenna sig við fólk. Sinn á gamla rauð, kettling fór að sækja brauð, aftur slipp og snauð. Ok, sólum og Úlfi. Og allir sult í sárri neyð. Og allir að fjalla til þá líka heimta sög en ósangilið sem við stundum köllum vöggugjöf. Og hvað sem líður snjallsímum og stjörnuljós og tökum þess steysa fullur heimurinn af upp á skiptum bökum. Kaffi er ekki kaffi nema innihalda mjólk og flokkur ekki flokkur nema kenna sig við fólk. Kaffi er ekki kaffi nema innihalda mjólk og flokkur ekki flokkur nema kenna sig við fólk. Mattías kastaði tússpenna í mig.